Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Við tökum vel á móti þér. Komið þið sæl og veru velkomin í Suðurnesja Magazín. Í þætti kvöldsins kíkjum við á Northern Light Inn hótelið í Svartsengi, þar sem að systkinin Kristjana og Friðrik Einarsbörn reka, en glænýtt lúxusspá Flottankur opnaði þar í sumar. Ungmennaráð Reykjanesbæjar fundaði með bæjarstjórn Reykjanesbæjar og komið fram með margar flottar hugmyndir. Við byrjum hins vegar á starfsgreinakynningu fyrir grunnskólanema í Íþróttahúsi Keflavíkur, þar sem að nemendum gafst tækifæri til þess að kynna sér hin ýmsu störf. Starfsgreinakynning fyrir nemendur í 8. og 10. bekkjum grunnskóla á Suðurnesjum fór fram í Íþróttahúsinu við Sunnubraut í síðustu viku. Alls voru 108 störf kynnt og hefur fjölbreytnin á þessari kynningu aldrei verið eins mikil. Markmið kynningarinnar að efla starfsfræðslu grunnskólanemenda og stuðla að sambærilegri fræðslu fyrir alla á svæðinu. Það voru ekki síður mikilvægur þáttur í því að skerpa á framtíðarsýn ungs fólks. Það næstum því allt í boði. Það eru 100 mismunandi starfsgreinar. Við leggjum áherslu á það að starfsmennirnir sjálfir komi til að kynna sína starfsgrein. Það eru stór fyrirtæki hérna líka sem koma þá með marga starfsmenn. En við leggjum áherslu á það að þetta ekki kynning á fyrirtækinu heldur starfsgreinunum. Og já, það allt hér. Alls konar. Hefurðu tekið eitthvað eftir mismun og áhuga á krökkum? Eru þeir að sýna einhverju meiri áhuga fremur en öðru? Já, sko það sem kannski trekkir eru starfsgreinarnar sem að, já svona þeir sem taka með sér mikið af græjum og dóti. Það trekkir, eitthvað sem þeir geta skoðað. En ég vona samt að það fái allir einhverja athygli og jafnvel þá að það komi hérna nemendur sem kannski tala ekki við neinn og spurði ekki neinna spurninga, þá held ég að það skipti bara hellingsmáli fyrir þau að koma hérna inn, sjá alla miðana með starfsgreinunum og átt að sjá því hvað ótrúlega mikið í boði og hvað rosaleg breidd, hvað hægt að læra mikið og gera mikið og vinna við ólíka hluti. Hvernig finnst ykkur viðbrigðin á krökkunum hafa verið hérna í dag á þessari starfskynningu? Bara frábær. Þau hafa verið í mínu tilfelli að kynna sér starf bæjarstjóra og bæjarfulltrúa í bæjarstjórn Reykjanesbæjar og ég hef svona reynt að segja þeim út á hvað það gengur og sett þau hérna í ræðupúlt og þau fengi að koma með eina tillögu og það hafa verið margs konar, jöfn laun, karl og kvenna, ekkert heimanám í skólanum, alls konar svona góðar hugmyndir hjá þeim. Og nú þú Gunnhildur, forstöðumaður Fjörheima, frá hverju hefur þú verið að segja? Herðu, ég hef verið að kynna félagsmiðstöðvarstarfið og svo hef ég aðeins komið inn á uppeldis- og menntunarfræðina og þau virðast vera áhugasöm og ég þekki mikinn hluta af þessum krökkum frá félagsmiðstöðinni þannig að já, ég hef bara svona verið að segja þeim frá því út á hvað starfið gengur. Hafið eitthvað spurt um laun hjá til dæmis eins og hjúkrunarfræðingum og svoleiðis? Ég veit allavega að ljósmóðir 7 ára nám, bara alveg eins og læknisfræði, en þau fá samt svipa borga á hjúkrunarfræði sem að mér eiginlega ekki sanngjarnt, en ég samt ekki að leitast eftir launum, ég að leitast eftir hvað ég hef áhuga á. Krakkarnir eru mjög forvitnir, þeir spyrja hversu lengi maður sé að skrifa bók, hvað maður fá að borga fyrir það, hvernig ég byggja upp söguþráð, hvernig ég búi til persónur og það eru nokkrir sem bara koma sem hreinlega stefna á þetta starf. Það mjög áhugavert. Hérna erum við með naglamóttu sem dregin út og þegar bílarnir keyra yfir þá springa dekkin. Hérna erum við með það sem við kallum masterinn, þetta til að brjóta upp hurðar. Með skjöld, lögregluborða, óeirðar hjálminn okkar sem að fylgja búningnum sem hérna á herratré. Svo erum við með hraðamælir, laser, áfengismæli og toxcup sem að sýnir hvort að viðkomandi á fíkniefnum. Hefur þurft að nota allt þetta dót? Ekki allt saman, ég persónulega, nei, en þetta hefur verið notað. Jæja Logi, þú virðist vera vinsælasti maðurinn í húsinu í dag. Hvað hafa krakkarnir verið að spyrja þig að? Heyrðu, þau eru bara rosa hress. Ég segi með mér að vera ekkert feimin og spyrja bara allt. Það spurt alveg hversu oft þau eru að æfa til þess að vera atvinnumenn og hvað maður fari í laun sem atvinnumaður og það alveg bara láta allt gossa.
það er bara gaman, við erum mjög hress og vilja fá að vita margt. Hafa stelpunar líka verið að sýna þess á? Já, og einmitt spurði mig hvort það væri ekki hægt að vera atvinnumaður í körfubolta sem kvenmaður eða í fótbolta og ég sagði sjálfsögðu, alveg jafnt sem karlar sem konur. Jæja, geturðu sagt mér hvað þú ert að sýna krökkunum í dag? Já, ég er bara svolítið að útskýra fyrir þeim út á hvað hárgreiðslan gengur og hvað við höfum upp á að bjóða í þessu námi. Og hvernig myndirðu lýsa hárgreiðslunáminu? Ég myndi lýsa því sem bara svona blöndu af svona svolítið kreatív vinnu og í raun og veru bara vísindum að því að við erum, kannski ekki vísindum, að kannski kalla það því við erum alltaf að vinna með einhver efni sem að hafa mismunandi áhrif. Svo erum við náttúrulega með litaskalan sem er náttúrulega alveg út af fyrir sig. Og hvað ertu með hérna á borðinu? Sko, hérna er ég með litaspjald og ég er búin að vera svolítið að útskýra fyrir krökkunum hvernig litaskalinn raun og veru virkar. Hérna eru mótunarvörurnar, hárblásari minn og krullu og sléttu járnið, klifs, skæri og já, þetta eru svona mín tæki. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Ungmennaráð eru starfrækt í öllum sveitarfélögum Suðurnesja. Þau funda reglulega með bæjarstjórnum í sínum sveitarfélögum og veita kjörnum fulltrúum annað sjónarhorn á málefni sveitarfélagana. Og þar hafa ungmennin tækifæri til að koma á framfæri þeim málum sem brenna á þeim hverju sinni. Ungmennaráð Reykjanesbæjar fundar 2 á ári með bæjarstjórn Reykjanesbæjar að vori og á hausti. Haustfundurinn var einmitt haldinn í vikunni og Rannveig Jónína, blaðamaður Víkurhetta, ræddi við nokkur ungmenni úr Ungmennaráði Reykjanesbæjar. Berglind, segðu mér, hvað gerir ungmennaráð? Sko, ungmennaráði gegnum náttúrulega alveg nokkrum hlutverkum en við erum aðalega bara til staðar fyrir bæjarstjórnina og komum með góðar hugmyndir og aðrar hugsjónir á hlutunum heldur en kannski bæjarstjórnin hefur og hjálpum þeim í rauninni bara að gera bæinn betri. Hversu oft hittið þið bæjarstjórnina? Við hittum hana meðaltalið svona 2 ári. Það er sérst einu svona haustinn og svo aftur á vorin og fundum aðeins á milli og ræðum og aðtöfum hvort að málin okkar er ekki í vinnslu. En hversu oft hittist þið og fundið? Það er misjafnt sko, við hittumst yfirleitt svona 2-3 áður en við hittum bæjarstjórnina. Þannig að við erum að hittast kannski svona 6-7 sinnum á ári eitthvað svoleiðis. Og svo náttúrulega erum við líka að fara á ráðstefnur og gera aðra skemmtilega hluti sko. Telur þú að sé mikilvægt að unga fólki hafi rödd? Já, gríðarlega mikilvægt. Ég get ekki lagt nógu mikla áherslu á það. Hvað hvílir á hjarta unga fólksins í bænum í dag? Sko, með að við fundum núna þá er það í rauninni bara öll málefni. Við fórum allt frá, gatnar, málum yfir í skólamál, stólamál, rusl, flokkun og rusli. Það eru bara öll mál varða ungmenni. Marselína, þú talaður opinbert bókhald bæjarins og ert mjög glöð með það. Hefur þú tekið það upp áður á fundu? Já, ég er búin að tala þetta mál á seinustu 2 fundum og það er mjög skemmtilegt að segja frá því að fyrsta skipti sem ég talaði þetta þá var bæjarstjórinn ekki alveg sáttur hann sagði að það sé eiginlega ómögulegt og Kópavogur hafi gert þetta í samstarfi við Háskólann í Reykjavík. Þess vegna finnst mér rosa fyndið að heyra núna hvað þetta gekk upp hjá okkur líka og ég er mjög ánægð með það. Þannig að rödd ykkar hefur svo sannarlega fengið að skína í gegn í sambandi við þetta mál. Já, heldur betur. Nú erum við á bókasafninu. Þú talaður að opnunartíminn var ekki nógu langur. Þarf að lengja hann og hafa opið á sunnudögum líka? Ekki endilega á sunnudögum finnst mér. Mér finnst í lagi að hafa bara virkumdögum og laugardögum, en mér finnst samt sem áður hann ætti að vera lengri. Persónulega þá er ég oft búin sent í skólanum, en ég er í skóla í bænum, þannig að það er meira vesen fyrir mig. Samt veit ég marga sem eru bara í FS og ná samt ekki að læra á bókasafninu þar sem að það lokar svo fáránlega snemma. Og mér finnst rosa þægilegt að læra annars staðar en heima, ég næ miklu betri einbeitingu og klára allt miklu fljótt, það tekur styrkt tíma fyrir maður að læra. Þannig að ég væri mjög ánægð ef það væri eitthvað gert í þessum málum. Þú talaði líka flokkun og rusli. Nú komstu bókhaldur í gegn, heldur að flokkunin komst í gegn líka? Jú, ég held það sé nokkuð líklegt núna líka með að við svörin sem ég fekk við þessu máli, þá held ég það, jú. Hlynur, þú talaði að þú vildi fá frítt í sund aftur. Finnst þið það mikilvægt? Já, mér finnst það mikilvægt. Við verum að stuðla heilbrigði ungmenna í bænum og mér finnst stórt skref bara að hafa einmitt frítt í sund. Mér finnst það mjög stórt skref og þess vegna einmitt talaði fyrir því í dag. Nú eru félagsmiðstöðunar opnað fram á kvöld
og það kom fram í máli þínu í sambandi við strætó og þú vildi fá strætó aðeins lengur. Já, ég fekk að heyra sögu daginn stelpu sem býr einmitt upp á Ásbrú og þurfti að labba heim sem var aldeilis ekki skemmtilegt fyrir hana. Þannig að ég tók það svolítið svona fyrir þessa stelpu hana og já, ég ætla að vona að bæjarstjórnin endurskoði það bara, strætómálin, því það þarf að gera það. Hermann Nökkvi, þú vilt fá tómstundarútu. Hvað meintirðu með því? Ég meinti með því að til dæmis þegar Fjörheimar, Sund eða aðra félagsmiðstöðvar loka kvöldin að hann myndi taka hring, ná í krakkana því að foreldrar hafa ekki endilega tök á því að vera að keyra allt kvöldið eða bara einfaldlega já. Þetta mun vera umhverfisvænna og við þurfum ekki að hafa fjölda bíla og ég held að þetta muni bara henta mun betur heldur en að til dæmis láta hann ganga endalaust fram að tímanum. Þetta hefur bærinn ekkert endilega efni á því að láta hann ganga til 10, hálf 11. Það er svona vitum við það, hann stoppar eitthvað 8:30 leyti. Þannig að það var rauninni aðalega sem ég var að velta fyrir mér, svo við þurftum ekki að eyða auka fjármagni í það að láta ganga allt kvöldi. Af því að í raun og veru þetta þá líka komið yfir útivistartímann, eða ekki satt? Jú, það er þannig. Þú vilt fá fleiri ruslatunnur líka? Já, það er bara út af því að í Njarðvíkurskóla það sem körfuboltavöllurinn og fótboltavöllurinn er saman, það er ruslatunnar svolítið í burtu og það er bara ótrúlega algengt, krakkar eru svona, ég þarf að labba þarna, ég þarf að sitja í vasan, þannig að kasta þið bara í jörðina. Og það er óumhverfisvænt, það er ljótt að fólki að gera það finnst mér. Mér finnst það bara, þetta er bara óvirðing finnst mér líka, bara gagnvart öðrum sem eru þarna. Þú talaði líka að þú vildi fá betri lýsingu á sparkvöllin. Já, það er sérstætt bara einn ljósastaur, þannig að þegar maður spila fótbolta þá getur maður bara verið öðrum megin út af því að núna búum á Íslandi hálft árið, það er myrkur, rúmlega það og þetta var bara meiningin að fá annan ljósastaur þar við hliðan á. Við erum annan flotta hérna megin, en ef við erum með þetta báða megin þá getum við spila alla völlin fram á kvöld. Haraldur, segðu mér aðeins frá skátafélaginu. Það átti afmæli þann 1. október og það er búið að vera mjög lítið síðasta í fyrra en núna er búið að koma mjög stór bylgja með við venjulega skjáta. Hvað gerir þið í skátunum? Margt, eins og við hnýtum hnúta og ólýsanlegt. Og eru allir velkomnir í skátana? Já. Inga Jódís, þú vilt fá nýja stóla í Njarðvíkurskóla. Segðu mér hvers vegna? Stólarnir eru mjög óþægilegir, rosa óþægilegir og það er búið endurnýja stóla í öðrum grunnskólum hérna í Reykjanesbæ, þannig að af hverju ekki að endurnýja það í Njarðvíkurskóla líka? Hvar er gamli stólarnir sem þið eru að nota núna? Þeir eru 17 ára, mjög gamlir. Þú talaðir einnig skort á lýsingu í Ytri Njarðvík á göngustígum. Segðu mér aðeins nánar frá því. Það eru margir göngustígar í Njarðvík, svona á milli gatna til að stytta sér leið og það er engin lýsing á þessum stígum og já, rosa óþægilegt að labba í gegnum það á kvöldi til þar sem engin lýsing er og mjög dimmt úti og mjög þægilegt. Þú talaðir að þú hefði farið jafnvel aðra leið í staðinn fyrir að fara á göngustíguna, er það rétt? Já, fór lengri leiðin heim þar sem var lýsing. Ég er mjög myrkfælin sjálf. Það að setja saman hluti og sjá það smella saman finnst mér alveg ótrúlega skemmtilegt. Ég sé farangurskerfið upp á Keflavíkurflugvelli. Það er alltaf mikið að gera. Það er ótrúlega fjölbreytt verkefni. Það er alltaf aksjón á flugvellinum. Þetta er svolítið kalllægt umhverfi og það er rosa gaman að vera kona. Svo er líka mjög fínt að vera svolítið frekur og ákveðin og geta þá leitað einhverjum breytingum og stöðum umbótum. Það eru allir rosa jákvæðir og tóku rosa vel í það þegar ég sagði að ég væri ólétt og með tvíbura og mikið hlegið og mikið brosað. Og í rauninni bara strax setti eitthvað svona plan í gang. Það er mjög þægilegt að vita, það er ekkert stress. Nú stend ég í framkvæmdum heima og það er ótrúlega þægilegt að taka ýmsa hluti sem maður hefur lært í vinnunni með heim. Ég bý í Reykjavík og keyri á hverjum degi til Keflavíkur í vinnuna og mér finnst það í raun og veru ótrúlega þægilegt og það er svona tími sem ég hef bara út af fyrir mig, ég keyri bara ein. Þetta er eiginlega eini tíminn sem ég hef, þar sem ég get bara stillt tónlistina svolítið hátt og sungið með og haft ótrúlega gaman. Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Við tökum vel á móti þér.
Northern Light Inn er fjölskyldureiki hótel sem systkinin Kristjana og Friðrik Einarsbörn reka. Þau hafa verið í rekstri frá 1995 og hafa verið að byggja hótelið hægt og rólega upp. Við settumst niður með Friðriki og spjölluðum hótelið, ferðamanninn og uppbygginguna. Friðrik, segðu okkur aðeins frá Northern Light Inn, hótelinu. Já, þetta er sem sagt fjölskyldureiki hótel í eigu mín og systur minnar, Kristínu. Og við erum búin að vera hérna í rekstri frá 1995 og höfum verið að byggja þetta svona hægt og rólega upp. Við erum núna með 42 herbyggi, veitingastað sem tekur alltaf 150 manns í sæti og vorum að bæta við núna wellness spa og heilsurækt og flottangi. Vorum að opna það núna í sumar. Flottangur, segðu mér aðeins meira frá honum. Já, þetta er svolítið skemmtilegt fyrirbæri og við erum núna að kynna þetta fyrir íbúum Suðurnesja og við erum með sérstakt kynningartilboð núna í október. Þetta er sem sagt tankur sem er fullur af vatni og 530 kílóum af Epsom magnesium salti, þannig að þú flýtur í þessu eins og korthæppi. Þetta er 35 gráðu heitt vatn, þannig að þetta er sama hitastig og húðin okkar og saltið gera það verkum að húðin mýkist upp og vöðvarnir mýkjast upp og þú ert þarna í klukkutíma í róanæði með sjálfum þér og eftir þann tíma ertu bara endurnærð. Hefur enginn fengið innilokunarkennd hjá ykkur? Jú, það er einn sem þetta er svolítið gaman. Allir sem hafa farið í þetta hafa bara elskað þetta. Nema það var einn gestur, hann, eins og ég sagði að þetta er klukkutími sem þú ert í og hann var komin upp úr eftir 9 mínútur og en einn af öllum þessum fjölda sem er búin að fara, það er bara nokkuð gott hlutfall og það er margir sem segjast vera með innilokunarkennd en tankurinn er í rauninni stærri heldur en bílliðinn þannig að þeir sem hafa sagst vera með innilokunarkennd, þeir hafa þraukað í klukkutíma og bara líka vel. Og hverjir eru eiginleikar tanksins? Hvað gerir hann? Já, hann er fyrst og fremst hugsaður sem slökun á hugan en að því að þarna er Epsom magnesium salt að þá mýkir það alla vöðva og þú nærð rosalega góðri slökun og þetta snýst svolítið það að komast úr amstri dagsins, vera í klukkutíma einn með sjálfum þér, fljótandi þarna inn í þessum tank og eiginleikarnir snúast það að ná þessari djúpu slökun og sem er bara svo mikilvæg fyrir okkur í amstri dagsins og næring bæði fyrir líkama og ekki síst hugan. Og spæð, hvað bjóðu þið upp á þar? Já, spæð, kannski það sem ég gleymdi að koma inn á er að flottankurinn okkar, hann er fyrir gest og gangandi. Þú þarft ekki að vera gestur á hótelinu til að fara í tankinn okkar. En heilsulindin eða wellness spæðið okkar, það er fyrst og fremst fyrir okkar hótelgesti og einkum og þar erum við með 3 típur af gufuböðum og við erum með hvíldarherbyggi og þetta er líka alveg kjörið fyrir Íslendinga, koma saman, kannski hjón eða par og gista eina nótt og slaka á og fara í gufuböðin, fara inn í hvíldarherbyggið og við vonumst til að Íslendinga fara að nota þetta í meira mæli. Þið eru með 10 ný deluxe herbyggi. Já, og það eru herbyggi fyrir 2 manneskjur, 30 fermetra herbyggi og við vorum að bæta þeim við núna í sumar, 1. júlí og svo erum við með 32 standardherbyggi. Þú sagði mér einmitt frá fjölskylduherbyggjum áðan. Hafa þau notið mikilvæg vinsælda? Já, það er ekki mikið til á svona stórum herbyggjum á bara Íslandi almennt. Við erum með 6 svona fjölskylduherbyggi, þar sem við erum með 4 fullstór rúm og við getum bætt þar inn auka svona bedda, þannig að það geta alltaf 5 gist í því herbyggi og það hefur verið mjög vinsælt og allt árið kring, ekki bara hjá fjölskyldum, þetta líka eru vinir að koma saman og sameinast í eitt stórt herbyggi. Þú sagði mér líka að nú væri high season að byrja í raun og veru hjá ykkur yfir vetrartímann. Já, það er svolítið skrítið með okkur og hefur alla tíð verið að það er mest að gera hjá okkur veturnar. En samt erum við með allt saman fullt á sumrin. En eins og ég var að segja þér áðan að á sumrin þá erum við meira með gesti sem eru að koma á bílaleigubílum
og þeir fara út hérna klukkan 8 á morgnana og að keyra og skoða landið og koma svo inn kannski 6-7 á kvöldin. En á veturnar þá þetta bara tilvalinn staður til að koma og njóta norðurljósanna. Hér eru við í kolniðamyrkri og gestirnir sem koma til okkar á veturnar, þeir eru meira að koma með rútum og eru ekki á bílum og eru þar af leiðandi kannski að koma inn 3 á daginn og eru með okkur yfir allan daginn og þannig að það mjög meira að gera hjá okkur í rauninni á veturnar og hótelið jafnvel bókað á veturnar eins og á sumrin. Nú eru þið með svona norðurljósaturn, nýtur hann mikilla vinsælda? Vinsælda, já, hann gerir það og bæði fyrir norðurljósin og líka bara yfir daginn því að við Íslendingar við það til að halda að hraun sé bara einhverjir svartir steinar og sé ekki mikið merkilegt fyrir okkur sem erum að alast upp við hraunið. En fyrir útlendingin þá þetta bara stórkostlegt fyrirbæri og við sjáum það að okkar gestir að fara hábjartan dag upp í turninn og bara horfa í kringum og njóta þess að horfa á hraunið og alla þessa víðáttu. Á kvöldin þá þetta rosalega vinsælt fyrir norðurljósin og svo hefur þetta verið mjög vinsælt fyrir jóga og við erum með hópa úr Grindavík sem koma hérna á morgna eða síðdegi, held ég 2 í viku og hafa verið að stunda jóga upp í turninum og svo hefur verið að fá í auknum mæli fyrirspurnir erlendis frá þar sem að hópa vilja koma og stunda jóga bæði í turninum og svona líka niður í heilsuræktinni. Þeir eru líka með líkamsrækt með nýjustu tækjunum. Hefur hún líka notið vinsælda? Já, hún náttúrulega hugsuð eingöngu fyrir okkar hótelgesti og eins og á flestum hótelum þá nú ekki meiri hluti gesta að fara í heilsuræktina. Það bara eins og þegar ég að ferðast erlendis, ég tek alltaf íþróttafötin með mér og ég ver alltaf hótel sem með heilsurækt en það mjög sjaldan sem fyrir ræktina. En þetta mjög gott að hafa og við höfum verið mjög ánægð með þann fjölda sem hefur á nota þetta. Og þetta svona jöfn notkun og hún ekki flókin en eins og segir, hún með nýjustu tækin og frábær ný hlaupabretti sem við vorum að fá sem eru núna að koma í allar nýja crossfit stöðar og þannig að við erum með allt að nýjasta nýtt í þessu. Nú veðrið úti, svona ekta íslenskt haustveður. Er þetta það sem að erlendi ferðamaðurinn að koma og sjá? Já, ég get sagt þér það að og svo í vetur að það sem að þeir elska og við erum með nokkuð svona ummæli gesta á TripAdvisor þar sem þeir hafa setið við Arinin yfir daginn og þeir hafa hort á beljandi rok og rigningu og svo kannski snjókomu síðar en daginn, svo kemur sólin og þeim finnst þetta æðislegt og það engin, ég hef ekki hitt ennþá þann gest og við erum búin að vera í rekstri frá 95, ég hef ekki ennþá hitt þann útlending sem að koma til Íslands að þeir hér sól og blíða, menn að koma hérna til að njóta náttúrunnar og þeir eru yfir höfuð vel klæddir, undirbúnir, þetta eru góðir gestir og svona veður ekki að stoppa þá. Og það sem gerist líka að í svona veðri þá kemur nú mosinn grænn og fallegur. Þegar á sumrin þegar búið að vera mikið sól og þurrkur, þá verður hann gulur, en hann miklu fallegri í þessu veðri. Norðurljósin heilla og þið heitið Northern Light Inn. Já. Hvernig upplifir ferðamaðurinn Norðurljósin? Það í rauninni bara algjör draumur að vera hérna og horfa á útlendinginn, upplifa Norðurljósin. Og ég hef stundum fengið vini mína bara því að þeir trú ekki því sem ég að segja, að koma og vera hérna þegar að norðurljósin birtast. Við erum þannig búin að það eru öllu slökkt þegar að norðurljósin koma. Ef að veitingastafurinn fullur, þá bara látið vita að ljósin eru komin og hann tæmist á nóinu, kokkurinn situr inn í eldhúsi og reyna að halda matnum heitum, ekki ánægður. En gestirnir við höfum fengið allt frá því að það var einn gestur sem tók og vildi fá að faðma mig að þakka mig fyrir eins og ég hefði eitthvað með norðurljósin að gera í það að fá Japana sem að gjörsamlega bara tapa sér og ég var að segja frá áðan að það voru amerísk hjón sem eru búin að búa í 4 ár í Japan og þau sögðu við mig, þau hefðu aldrei séð Japana haga sér eins og þeir hagaðu sér hérna, þeir bara gjörsamlega töpuðu sér þegar sáu norðurljósin.
Að því heima í Japan þá halda menn alltaf andliti og þú sér aldrei Japana missa sig. Þannig að það alveg hreinlega stórkostlegt að fylgjast með og fólk öskrar, það hlær og við höfum séð fólk gráta. Þannig að það allur tilfinningaskalinn og ljósin eru svo falleg í myrkrinu og það þar sem við erum að græða á. Það þetta myrkur sem hérna og við leggjum áherslu á að það bannað að leggja fyrir framan hótelið, við slökkum öll ljósin sem ég sagði áðan og þetta bara einstök upplifun. Þannig að það bara nóg að gera hjá ykkur og bara skemmtilegi tíma framöndan. Já, brjálað að gera og það sem eins og ég sagði við áðan að við erum svolítið að upplifa það að gestir að dvelja hjá okkur lengur en áður. Hér áður fyrir var þetta svolítið fyrsta nóttin og síðasta nóttin. Núna þetta miklu meira fólk sem að koma hérna 2, 3, alveg upp í 4 nætur og veturinn hjá okkur mjög vel bókaður eins og öll hinn fyrri ár sem við höfum verið í þessum rekstri. Þannig að við lítum bara björnsinn fram á veginn. Leið og við þökkum ykkur fyrir áhorfið minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Víkurfréttir vikulegt fréttablað sem fer inn á öll heimili á Suðurnesjum á 50 dögum. Vaff.is svo fréttamiðill Suðurnesja á netinu með nýjar fréttir alla daga. Kylfingur.is troðfullur af golffréttum alla daga. Við hvetjum ykkur svo til að benda á áhugavert efni með því að senda okkur post á vaff@vaff.is. Við sjáumst hér á sama tíma viku liðinni. Takk fyrir okkur og verið sæl.